Takk fyrir. Góðan dag, gott fólk og gott að vera með ykkur. Takk Stígamót fyrir að skipuleggja þessa frábæru ráðstefnu. Þið eru komin svo langt í þessu á Laugarvatni. Við fáum að heyra það. Og við fögnum því og það bendir til að við séum að gera eitthvað rétt. En við hristum líka hausinn yfir því af því að við eigum langt í land og við erum uppfull af vanmætti. Við erum óöryggi í viðbrögðum og við rekum okkur á. Við gerum of lítið, við flýtum okkur of mikið, við bregðumst of seint við bögglumst með trúnað og tilkynningar. Aðstandendur og nemendur efast viðbrögð okkar og það tekst misvel að sýna umhyggju, fylgja málum eftir og bjóða upp á úrræði við hæfi. Við erum misskilin, stundum ósammála og efins. En við höfum vissilega lagt okkur fram við að mæta vandanum í stað þess að fara fram hjá þessu og við erum markvisst að vinna að því að gera betur. Þannig að þrátt fyrir allt að þá ætla ég að segja ykkur frá því sem við erum að gera, hvernig við nálgumst ekkomálin á Laugarvatni. Þetta er lykilatriði að kynjafræði hefur verið skyldufag núna hjá okkur síðan 2012 og fyrst var það bara fyrir félagsvísindabraut en síðan frá 2015 og þá er það skylda fyrir alla nemendur á báðum brautum. Og þetta er lykilþáttur til að skapa skilning á jafnréttismálum og þessa jafnréttismenningu sem við viljum að einkenni skólastarfið og nemendur eru með á nótunum. Og vonandi minnkar þessi þekking líkurnar á því að þau beiti ofbeldi og áreitni og líka eykur líkurnar á að þau láti vita. Og þegar þau vita að við höfum skilning og þekkingu á þessu þá eru þau kannski líka líklegri til að leita til okkar. Við erum búin að setja þetta á dagskrá. 2015 skilaði ég mastersverkefni mínu og það heitir að virkja framhaldsskólanema til jafnréttis, starfendarannsókn jafnréttisfulltrúa. Og þá var ég búin að vinna í ML í 4 ár og gat ekki látið mig duga að vera bara inn í kennslustofunni, heldur vildi hafa áhrif á menninguna í skólanum í heild sinni og var að reyna að virkja nemendur með mér til þess að gera eitthvað. Af því að fræðsla eins og þarna stendur er lykill en það dugir ekki til. Við þurfum að komast af umræðustiginu upp á aðgerðastigið og ég var að virkja nemendur með mér og þetta var mjög erfitt að vinna þetta verkefni. Og það var oft virkilega erfitt að vera jafnréttisfulltrúi, sérstaklega hérna fyrstu árin. Og það er svona togstreita og angist sem ég lýsi þarna svo ég leyfi mér að vera dramatísk. Af því að feminismi er í eðli sínu andóf og því fylgir andstaða. Þetta er andófi ríkjandi kerfi og þú verður svona feministinn á staðnum og ert að hamast við að tróða kynjagleraugunum á alla kringu þig sem er í sjálfu sér ansi mikil afskiptasemi og inngrip í heimsmynd og sjálfsmynd fólks. En mér líður sífellt meira eins og við séum öll saman í þessu og ekki síst eftir að Karen Dögg tók til starfa sem hún er minn kær samstarfskona og helsti bandamaður en líka því að skólastjórnendur eru sína hlustun og virðingu og eru með á þessari vegferð. Eitt af því sem gerðist í starfendarannsókninni var að nemendur stungu upp á því að breyta lögum nemendafélagsins þannig að í nemendafélaginu væri embætti sem heitir jafnréttis- og skólaráðsfulltrúi en ekki bara skólaráðsfulltrúi eins og hafði verið. Og ég fann strax að þetta hafði mikið að segja og skrifaði í ritgerðinni. Mér fannst mjög gott að hafa jafnréttisfulltrúana. Alveg eins og mér fannst gott að fá sjálf að bera titilinn jafnréttisfulltrúi. Svona titlar skilgreina hlutverk, undirstrika ábyrgð og einfalda þannig starfið. Þar voru komnir einstaklingar sem var sjálfsagt að eiga í samskiptum við í tengslu við jafnréttisstarfið. Og jafnréttis- og skólaráðsfulltrúar hafa líka á síðustu misserum verið ómetanlegir samstarfsaðilar og áhrifavaldar í þróun ekkokerfisins. Sem er þetta hér. Það er svona 2 ár síðan við fórum að hugsa að endurskoða viðbragðsáætlunin okkar og smátt þá rann það upp fyrir okkur að eitt skjal og ein stefna er alls ekki nóg og við verðum að hugsa þetta heildstætt. Og hér sjáum við svona hvernig þetta er farið að líta út. Það stefnir í að vera, að kerfið sé svona uppbyggt. Og þetta er aðgengilegt sumt af þessu, þetta dökkbláa er aðgengilegt á heimasíðu skólans. Og það er öllum frjálst að nýta það að vild, það er bara mjög gott ef þetta gagnast öðrum skólum og engin höfundaréttur á því og við líka fylgjumst með því sem er birt hjá öðrum skólum og það er vissulega mjög gott starf
og gott fólk á störfum í mörgum öðrum skólum líka. Á flækjurnar sem við erum að reyna að sjá fyrir og togstreitan sem við erum að reyna að fóta okkur í, það er alvöru sko. Og við þekkjum það mjög vel að það eru aðilar allt í kring sem upplifa vanlíðan vegna ofbeldis, eineltis og áreitni sem kemur upp. Og það eru þolendur og gerendur og vinir og vinkonur og starfsfólk og foreldrar. Og þetta er fólk sem strögglar við að takast á við ofbeldi og bregst ekki endilega við því á uppbyggilegan eða styðjandi hátt. Og þess vegna er svo mikilvægt að við höldum áfram að vinna í fræðslu og forvörnum og þess vegna er þetta almenna jafnréttisstarf og forvarnastefnan ekkert aukaatriði í þessu ekkokerfi heldur algjört grundvallaratriði. En kíkjum aðeins inn í þetta kerfi og verklagsreglu óformlega og formlega málsmeðferð. Okkur finnst mjög mikilvægt að það sé þessar leiðir séu til og þannig að nemendur geti kannski leitað til okkar með vandamál á öllum skalanum og líka þegar þeir eru kannski ekki tilbúin til þess að láta allt fara í gang. Þó að tilkynningaskyldan er náttúrulega alltaf til staðar þegar málin eru þannig. En þegar að nemendur láta okkur vita og vilja gera það í trúnaði eða við fréttum af einhverju eða tökum eftir einhverju, að hvað gerum við þá? Og við bregðumst við. Og við erum þessi fullorðni ábyrgi aðili sem hlustar og hjálpar og hérna eru dæmi það sem við getum gert án þess kannski að vaða í málin eða grípa til svona þessara beinu úrræða. Og áframhaldandi samtöl og stuðningur þarna efst, það er að gera eitthvað líka. Að fylgja málum eftir og að hlusta og að passa að þeim finni að þau séu ekki ein í þessu og að benda þeim á fræðsluefni fagaðila og foreldra sína þannig að þau virki þetta net sem þau hafa í kringum sig. Það er hægt að fá kennara með í lið og starfsfólk þannig að þau þurfi kannski ekki að vinna verkefni með einhverjum aðila þar sem að samskipti hafa verið erfið eða ofbeldi komið upp jafnvel. Það er hægt að fá inn umræðu og fræðslu í bekk eða á starfsmannafund sem snýst þá ekkert einhverja einstaklinga eða einstök atvik heldur bara almennt málaflokkinn sem að vonandi hefur þá áhrif á þessar aðstæður sem þarf að laga. Og svo er hægt að ræða við aðila án þess að nefna nöfn. En í þessari óformlegu leiða þá er til dæmis ekki farið í kortlagningu, ekki rætt við alla aðila og ekkoteymi ekki virkjað. En það er auðvitað nauðsynlegt að slík nálgun sé líka til og þarna sjáum við að það eru fleiri skref og opnast svona möguleikin á beinni inngripum eins og að ræða beint við aðila sem fer yfir mörk og veita tiltal og jafnvel áminningar og brottvísanir þegar svo ber undir. Sáttamiðlun og sáttafundur er þarna neðst á listanum. Það er eitthvað sem er hægt að grípa til en við erum búin að læra að það er mjög vandasamt og umdeild leið. En hvernig sem málin þróast hverju sinni að þá er alltaf þetta virka samráð og varfærni og hvert mál er einstakt. Þannig að þó við séum að leggja alla þessa áherslu á að vera með þetta svona svolítið skref fyrir skref að þá vitum við líka að það er flóknara en svo. Og hér er annar hluti af kerfinu og ég valdi nokkur atriði úr þjálfunarskránni, þetta eru bara dæmi að því við erum satt að segja búin að vera mjög dugleg síðustu misserin við að fá fræðslu og mæta á fundi og vinnustofur og svona og þessa ráðstefnu til dæmis og þetta skráum við allt niður og þarna eftir 3 tíma námskeið í ML ekkomál með flestu starfsfólki skólans. Þetta er dæmi svona mikilvæga vörðu á þessari vegferð og kannski eitt af því sem ýtti okkur af stað að gera þetta á svona mikilli alvöru. Þetta sem við sjáum hérna er dæmi mjög kerfismiðaða nálgun að ekkovinnunni. Þetta eru svona gæðakerfis vinnubrögð sem að mörgum finnst kannski vera bölva skrifræði. En þegar maður finnur að þetta virkar, að þetta hefur eitthvað tilgang, þá vill maður halda þessu áfram. Og þá alveg yfir í hinn pólinn, af því að þetta er ekki nóg að vera með stefnur og skjöl og áætlanir og skrár og eitthvað svona. Það er mjög mikilvægt, en það er stórhættulegt að reiða sig of á slíkt. Af því þegar við mætum fólki sem hefur upplifað erfiðleika og áföll, þá gerum við það sem manneskjur. Og við í ML erum búin að þroskast í gegnum þessa vinnu og við höfum lært af mistökum og við höfum leitað aðstoðar annarra sérfræðinga. Við höfum rætt málin og við höfum ígrundað saman það sem hefur komið upp
og við höfum reynt að sýna nemendum umhyggju og skapa traust. Og það þarf að vinna fyrir þessu og það þarf að æfa sig og þroska tilfinningagreindina og tileinka sér gildin, hæfni og hugrekki. Það er ekki nóg að skrifa það niður á blað. Af hverju eigum við að leggja meiri áherslu á kynbundið ofbeldi? Svarið er að jafnrétti ekki náð og það kemur ekki af sjálfu sér. Halldór Páll, fráfarandi skólameistari í ML, vissi þetta og veit þetta og Jóna Katrín, nýskipaður skólameistari, hún veit það líka. Og þau vita að það krefst frumkvæðis og forystu að vinna þessa vinnu og það tekur tíma. Og það er af því að þau vita þetta sem að kynjafræði er skyldufag í ML. Og það er alltaf tekið vel í allar hugmyndir forvarnir og fræðslu. Og það er ástæðan fyrir því að ég er launaður jafnréttisfulltrúi og hef að auki fengið mikið svigrúm í mínu 50% starfi sem gæðastjóri til þess að vinna að þessum málum. Og höfum við alveg á hreinu að þetta gerist ekki af sjálfu sér. Það er skýr vilji og stuðningur stjórnenda sem að gera þetta mögulegt. Og í ML höfum við sem sagt nokkuð góða forsendur til að vinna þetta og við höfum lagt jarðveginn í mörg ár og í öllum skólum þarf að staldra við og hugsa. Er þessi þekking til staðar í stofnuninni? Er forgangsraðað í þágu þessa verkefnis? Er einhver sem hefur tíma til að vinna í þessu? Og ef svarið er nei við þessum spurningum, þá er það hlutverk stjórnenda að leggja línurnar og búa til rýmið. Þeir þurfa að vera virkir þátttakendur í að skapa menningu í sínum skóla sem einkennist af hæfni og hugrekki. Og ef það er einhverjir svona eldhugar til staðar, að þá að sjálfsögðu að styðja við þá á öllum sínum mætti. Og vonandi eru æðstu stjórnvöld líka að hlusta, því skólameistarar, ef að þeir eru að geta axlað sína ábyrgð, að þá þarf að tryggja framhaldsskólum nægt fjármagn og aðgang að fyrsta flokks stoðþjónustu. Úrræðin þurfa að vera til staðar, til dæmis sálfræðingur í hverjum framhaldsskóla, fagráð fyrir kynbundið ofbeldi og styttri könnunartími mála hjá barnavernd. Af hverju er þetta mikilvægt? Sá skilningur verður að vera til staðar til að jafnréttismál og ofbeldismál séu sett á oddinn, til þess að við fáum fjármagnið og tímann og forgangsröðunina og allt þetta. Af hverju er þetta mikilvægt? Við erum heldur betur búin að fá svörin í dag á þessum frábæru erindum. Og það er náttúrulega stórkostlegt hversu margt áhrifafólk og skólafólk og stjórnendur eru hér saman komin og ég efast ekki að þetta hjálpar okkur að komast nær lausninni. Því við eigum að gera betur. Takk fyrir.